Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþætti N4. Hann kominn til mér Garðar Kári Garðarsson, yfirkokkur á Strikinu. Velkomin Garðar. Sæll, takk fyrir það. Heyrðu, Ólympíuleikarnir í mathreiðslu. Þú varst að koma þaðan. Mikið rétt. Hvað geturðu sagt mér þessa Ólympíuleika? Hvar var þetta og hvað voru það að gera þetta eiginlega? Þetta haldið í Þýskalandi, í Erfurt, náttúrulega á 4 ára fresti, bara eins og Ólympíuleikar almennt. Nema þetta alltaf þarna á sama staðnum, sko. Og þarna koma 50 þjóðir og keppa í 2 greinum aðalega. Það kalt eldhús og heitt eldhús. Og þetta alveg gríðarlegur undirbúningur sem þarf til að undirbúa raunverulega hvora kategoríuna, sko. Þú varst þarna með kokkalandsliðinu. Já, hárrétt. Hvað er það stórt lið? Við erum 11 núna sem stendur. Og svo sko, þetta náttúrulega gríðarlega stór hópur af fagmönnum sem heldur utan allt liðið. Það þarf að hafa eina manneskju sem sér sko, fjölmiðlana út af við. Og það einn sem sér að þjálfa, liðir kallaði þjálfari. Svo manager, hann sér að redda styrkjum og dóti og allt. Þetta er svo mikil peningar í svona hlutum, sko. Maður gleymir því alltaf. Já. Það þarf alveg mjög marga til að það bara standi í lapirnar, sko. Já. Hvernig skipulagið á þessum Ólympíuleikum? Það keppt í dálítið mörgum greinum. Já, það sko, við erum vel að keppum í 2 greinum. Það heitt og kalt, ef við skiptum bara þannig. Þetta alveg sitt hvor heimurinn þarna. Og kaldi maturinn raunverulega flóknari per se, vegna þess að við erum að undirbúa mat sem þarf að standa á borði í svona 4 til 6 tíma og hann má ekkert byrja að sjá á honum. Það má ekkert vera að fara eitthvað svona sósan aðeins orðin skilurðu, fara að breyta lit og eitthvað svona. Já, má ekkert þorna fiskurinn eða kjötið eða allt byrja að verpast og verða svona skrítið, sko. Þess vegna meðhöndluðum við matinn með svona hlaupi. Við semiserum það á fagmáli og dýfum því hann í hlaup og svo snirtum við hlaupi til og gerum snirtilegt. Þannig að hann verndaður og helst vel. Já. Og þú sérhæfið ykkur í einhverju mismunandi greinum. Í hverju ert þú til dæmis bestur? Bestur? Þetta náttúrulega bara hópur af fagmönnum og við erum að vinna með okkar styrkleika svona ef út í það farið. Ég hef verið svona meira og meira að fara út í súkkulaðið. Að þetta skiptist í, sko, kaldaborðið ekki bara matur, heldur líka, sko, pastry arts, eins og það kallast, eða bara eftirréttir, sykur og súkkulaði list. Og hún María Sramko var með okkur hún gerði sykurstyttu. Og hún alveg, sko, töframæður þegar kemur þessu. Það er ekki sér hægt að gera þetta á sykri, það er bara ótrúlegt. En ég hins vegar búin að vera svolítið í súkkulaðinu núna seinustu árin. Og bara ótrúlega gaman að því, sko. Þetta svona önnur tækni heldur en alla daga er maður bara að vinna með fisk og kjöt og svo fer maður í þetta, þá er maður að vinna með súkkulaði sem svona pínu hobby en ekki það sama að gera alltaf í vinnunni, sko. Já, það hlýtur þetta að vera svolítið mikil tilbreyting frá svona þessu hefðbundnu eldamennsku. Algjörlega, þetta er alltaf heimur. Ykkur gekk mjög vel á þessu móti. Þið lentuð í 9. sæti eða ekki? Jú, 9. sæti í heildina, já. Sem bara mjög góður árangur, sem við ekki gleyma því. Ísland er náttúrulega bara pinkulítil eyja einhvers staðar hvergi, sko. Og 9. sæti er mjög flott. Þó svo að við vorum í 5. sæti á heimsmeistaraleikjunum fyrir 2 ára síðan. Já. En þetta töluvert sterkara mót og harðara dæmt, sko. Kokkalandsliðið, það að verða betra eða ertu að sjá einhverjum svona framfærir hjá ykkur? Klárlega að vera betra. Þetta búið sterkur hópur og við erum búin að sami hópur núna í 3,5 ár. Og það er ótrúlega gaman að sjá liðið þroskast og verða sterkara, sko. Hvað þarf maður að gera til að komast í kokkalandsliðið? Eitthvað svona ákveðin skilyrði, hvernig ferli frá þú ert bara kokkur á einhverjum veitingastað og svo ertu komin í kokkalandsliðið? Hvað gerist þarna á milli? Þetta er alveg spurning sko, bara fagmennsku, alveg alla leið og vera tilbúin að gefa þér þennan tíma í þetta. Ég held, sko, þetta sko næstu í 2 ára ferli að æfa fyrir svona mót. Já. Og þetta eru margar svefnlausar nætur, allur þinn aukatími, allt fer í þetta. Já. Og raunverulega
flestir kokkar myndu hafa tækifæri til að fara í kokkalandsliðið ef þeir væru tilbúin að sérhæfa sig og gefa sér tíma og æfa sig svona stíft. Og þetta alltaf spurning um það, þeim meira sem æfi þig, þeim betri verður. Það þá bara þjálfarir sem velur í liðið vantarlega, á grundvelli bara getu? Já, svo sko sett upp hérna, þú getur sótt í liðið sko, en það svo valið úr. Þetta sterkustu sem að sækja menn bara vita, þetta lítið leia, lítill bransi, menn þekkjast. Bara herri, þessi hann örguflottur sko, og hann líka svona maður sem stendur við það sem hann segir. Og þá þú svona maður sem við getum kannski, bara allir hópurinn kemur saman, við hjálpum það, finnum ykkur lausn, og þessi maður bara klára málið sko. Ólympíuleikarnir sjálfir, nú þekkir maður svona alla fjölmiðla athyglina og allt í kringum svona ólympíuleika í íþróttum. Hvernig þessu háttað í matreiðslunni? Mikil athygli sem fylgir þessu? Eru fjölmiðlar, eru áhorfendur? Hvernig því háttað? Þetta náttúrulega ekki jafn stórt, en þetta sett upp þannig að þetta opin eldhús, þetta svona glerveggir, þannig að þú getur alveg komið og fylgst með, og það mikið af fjölmiðlum og það mikið svona umstangið kringum þetta, en hins vegar þá náttúrulega kannski meira svona dómarnir eru í forgangi, þeir geta komið og dæmt matinn fyrst og stemt eldhúsinu og allt það. Þannig að það kannski ekki mikið pláss fyrir fjölmiðla í íþróttum. Þetta ekki stór leikvangur og það engin stúka eða svoleiðis. En upplifir þið svolítið eins og stjörnu þegar þú ert á þessu sviði? Ótrúlega fyndin spurning. Maður reynir náttúrulega bara að fókusa á það sem maður að gera. Það bara númer 1, 2 og 3. Þetta mitt verkefni, ég þarf að skila þess eins vel og ég get. Það gleymist pínu, maður líka bara, þú ert búin að æfa þess lengi fyrir eitthvað svona hlut eins og þetta, búin að vera kannski í 1,5 ár alveg non-stop að æfa þessa ákveðnu rútínu sem þú ert að gera, þá ferðu bara eins og són. Þú ert bara þarna og þú ert bara að klára þitt. Það bara, þú verður ekki að blokka á þetta allt umhverfið sko. Það hlýtur að vera svolítið stór hluti af þessu að blokka allt út og einbeita það sem þú ert að gera og láta ekki kannski stressið ná yfirhöndinni. Já. Stressið ekkert að stríða þér? Þannig að fyndið, við erum búin að vera með íþróttasálfræðing með okkur í þessu sem hjálpar okkur að undirbúa okkur fyrir þetta stress og þessa pressu. Og hann svolítið á því sko að þú taka sko stressið og pressuna og svona nota það sem drifkraft. Svona embrace it, eins og hann segir. Og bara láta stressið keyra þig áfram í að klára. Bara fyrir einbeitingu og allt slíkt. En það ekkert samningstilboð frá erlendum veitingahúsum sem að fljúga þarna eða hvað? Nei, þetta kannski ekki eins og í boltanum með það sko. Arsenal að bjóða og þessi að bjóða. Oft talaði sko að stórmót séu svona gluggi fyrir leikmenn að koma sér í stærri lið og svona. Vissulega þetta flott á CV-inu. Ef þú ætlar að fara út, þá getur þú smellt inn, ég var þarna og þarna og þarna, keypti með landsliðinu þarna. Þá þetta náttúrulega vissulega, milestone upp á það að gera. Áhugavert. Og mikill undirbúningur sem býr að baki og væntanlega bara mikil vinna sem þú hefur lagt á þig til að komast á þennan stað. Já, það má segja það, með vissu. Hvers vegna fer maður út í þetta upphaflega að fara út í að vera kokkur og leggja svona mikið á sig að verða afreksmaður hreinlega í því? Fyrir mér þá þetta, ég bara svona týpa, ég fíla þetta síbreytilega umhverfi, pressuna, stressið, hitann og þetta að sé aldrei 2 dagar eins. Það kemur alltaf eitthvað nýtt upp á, það alltaf eitthvað að gerast, nýr matseðir, nýr réttir, alltaf eitthvað nýtt í kokkaheiminum, ný tískubylgja. Og ég gat ekki verið þessi týpa sem situr hérna allan daginn og gerir það sama. Þannig að ég fór svona hætturulega út í þetta og bara elska þetta að vilja keyra sig áfram sko, vilja bara ætla að gera betur næst. Frábært. Morgun nýr dagur, ég ætla að vera betri þá, það alltaf þannig. Glæsilegt, ég held að það séu bara frábær lokaorð. Garðar Kári Garðarsson, yfirkokkur á Strikinu, takk hérlega fyrir komuna. Takk svo leiðis. Við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir skammastund. Þá fáum við til okkar fulltrúa frá Fjölmenningarráði Akureyrar sem ætlar að segja okkur frá alþjóðlegu eldhúsi.